Við ætlum að fara í einfasa mótorinn og þennan mótor hafið þið mikið notað þegar þið eru að bora til dæmis, svona mikið til af þessum mótorum við standborvélar til dæmis. Sérstaklega gömlu standborvélarnar. Þá erum við með sem sagt 2 vöf, aðalvaf og hjálparvaf og það sem raðtengt við hjálparvafið þéttir. Og það til þess að gefa mótornum gott ræsivægi og þegar hann komin í gang þá gengur þessi mótor á aðalvafið. En svo eru reyndar til mótorar sem að skipta yfir á gangþétti og hjálparvafið helst áfram í sambandi. En gangþétturinn tengist þá í staðinn. Í staðinn fyrir ræsiþéttin þá tengist gangþétturinn við hjálparvafið og þannig helst það í sambandi. Og með aðalvafinu. En þegar að við erum bara með svona 2 vöf í mótor og þá kannski aðalega munur á raunviðnámi á milli þeirra, þá mjög lítið munur á fasvikinu og þannig að þá höfum við mjög lítið ræsivægi. Best að hafa það bil 90 gráðu mun á fasviki straumsins í aðalvafi og straumsins í hjálparvafinu til þess að fá gott ræsivægi. Svona 90 til 100 gráðu fasamun. Og þetta sjáum við hérna frá blaðsíðu 79 í bókinni, 79, 80, 81 og í 82 þá sjáum við hérna vektoramyndir að þessu líka sem að útskýra þetta vel. Það fyrirbæri. En við notum sem sagt þéttin til þess að flýta straumnum í hjálparvafinu þannig að hann verði það bil 90 gráðu á undan straumnum í aðalvafinu. Og þannig fáum við besta ræsivægið í mótorinn. Og vitið hvernig við snúum við snúningsáttinni í svona mótor? Hafið einhvern tímann þurft að snúa við snúningsátt í einfasa mótor? Þið eruð alveg öruggir á því að snúa við snúningsátt í 3-fasa mótor, en ekki kannski í þessum, ekki einfasa mótor. Í 3-fasa mótornum þá víxluðum við bara fösum, þá voru 3 fasar og þá bara víxla einhverjum 2. En í þessum mótor hérna, hvernig víxluðum við fösum? Hvernig hérna snúum við snúningsáttinni? Við getum ekkert gert það með því að breyta bara, setja fasan hérna niður og 0 hérna upp. Það bara áfram sama snúningsátt. Hvernig förum við að því að snúa snúningsáttinni að þessum? Sko, við gerum það með því að snúa endunum annaðhvort á aðalvafinu, sem sagt setja neðri endan hérna upp og efri endan niður, eða að víxla endunum á hjálparvafinu. Þá fáum við mótorinn til að snúast í gagnstæða átt. Það nauðsynlegt að vita þetta þegar við farið að nota svona mótora. Og eins svona þéttar, sérstaklega í minni mótorum, þá endast þeir ekkert endalaust. Og stundum eru þessi þéttar bara hafðir svona gangþéttar og svona eftir nokkur ár þá fara þær slappast og eyðileggjast eftir ákveðin tíma. Þannig að það hægt að halda lífi ennþá í mótornum með því að skipta svona þétti, sérstaklega gangþétti. En það frekar svona við minni mótora. En þessi mótorar geta farið allt upp í 2 kilowatt eða eitthvað svoleiðis. Svona ennþá það í dag. En ef þið væri bara með einfasa rafmagn, þá gætið þið notað
hraðastýringu og breytt einfasa í rauninni í þryggjafasa. Þá gefur hraðastýringin út þryggjafasa, þannig að þá getið þið notað hraðastýringu upp að svona 4 kW mótor. Einfasa inn, þryggjafasa út. Fyrir þryggjafasa mótor. Þá hafið þið alla möguleika með hraðastýringunni, eða tíðnibreytinum. En hérna erum við með einfasa mótor og nú skulum við kafa svolítið ofan í hvað þar á ferðinni. Ef að við tökum fyrir sem sagt vöfin, skiptum þeim í raunhluta og launhluta, þá það hérna, hér erum við með raunviðnámið í aðalvæðinu 13,2 ohm og sýndarviðnámið í aðalvæðinu 20 ohm. Raunviðnám hjálpavæðinu yfirleitt stærra heldur en í aðalvæðinu, 27 ohm í hjálpavæðinu en bara 13 ohm í aðalvæðinu og sýndarviðnámið líka hærra í hjálpavæðinu, 30 ohm. Og við hérna, ef við erum að mæla þetta þá getum við fundið sýndarviðnám með því að mæla spennu og straum, eins og við gerum í síðasta pakkanum, pakka 3, á einfasa mótor sem við eigum hérna inni og þá reiknum við út setu í báðum tilfellum með því að segja bara spenna deilt með straum, þá fáum við setuna og með því að nota aflmæli þá getum við reiknað raunaflið og reiknað síðan út raunverulegt raunviðnám beggja vafana. Nú síðan hérna skulum við skoða tengimynd af rásinni eins og hérna í þessu síðan dæmi 13 og við erum að skipta þessu í raun- og launhluta og svo það hérna og síðan hérna erum við að sýna hérna á vektoramyndir fyrir sitt hvort vafið eins og það koma fyrir hérna. Hérna munurinn á þessu vöfum eins og það samt talsverður, það 25 gráðu munur á fasvíkinni í þeim. En við getum fundið út raunarstöðlinn og fasvíkshornið vegna þess að eins og var gefið hérna í byrjun raunviðnámið í aðalvæðinu og sýndarviðnámið í aðalvæðinu, þá segjum bara deilt með seta, fáum raunarstöðlinn og breytum því í horn. Það 50 gráðu fasvík í aðalvæðinu og við sjáum að það 25 gráðu fasvík í hjálpavæðinu. Ef við skjótumst aðeins yfir í þessa mynd hérna, þá höfum við 50 gráður fasvík á straumnum í aðalvæðinu, sjá hérna IA. En straumurinn í hjálpavæðinu með 25 gráðu fasvík. Þannig að fasvíkshornið milli straumsins í aðalvæðinu og straumsins í hjálpavæðinu hérna bara 25 gráður. Það dálítið langt frá 90 gráðum sem væri bestu skilyrðin til þess að fá gott ræsivægi. Þannig að staðan svona án þess að vera með þétti þessi í upphafi. Ok. Og hérna var bara verið að reikna út launhluta viðnámsins. Að því að við vitum hornið, þá tökum við sínusinn af 50 gráðum fyrir aðalvafið og margfaldum sinnum sýndarviðnámið í aðalvæðinu og fáum launviðnám aðalvafsins og svo fáum við launviðnám hjálpavafsins. Svona, við að taka sínusinn af 25 gráðunum fyrir hjálpavafið og margfalda sýndarviðnámið í hjálpavafinu við það, við sínusinn af 25 gráðum. Og þá fáum við sem sagt, þetta launviðnám bæði í aðalvæð og hjálpavafið til þess að geta teiknað upp vektoramyndina. Hérna, þá höfum við x
fyrir aðalvæðið og X fyrir hjálparvæðið. Og svo náttúrulega höfum við stærðina á setunni líka og svo hefur við raunhlutann í aðalvæðinu og raunhlutann í hjálparvæðinu sem talsvert stærri. Svo að þannig fáum við vektoramyndirnar fyrir sitt hvora rásina, fyrir aðalvæðið annars vegar og hjálparvæðið hins vegar. Og hérna síðan í C-lið til þess að sjá afstöðustraumana, þá erum við með þetta hérna eins og ég sýndi ykkur áðan. Og það sem við þyrftum að gera, það væri að fá þétti í rásina með hjálparvæðinu og flýta straumnum 40 gráður eða þannig að hann verði 40 gráðum á undan spennunni til þess að við fáum 90 gráðu milli straumsins í aðalvæðinu og straumsins í hjálparvæðinu. Þá fáum við gott ræsivægi á mótorinn. Sem sagt að flýta í hjálpar 40 gráður. Og hvernig í óskopunum förum við að því? Þetta er það sem við viljum fá fram. Við þurfum að breyta sem sagt fasvikinu á straumnum í hjálparvæðinu yfir í þetta að það flýti straumum 40 gráður. Jú, það getum við skoðað og þá segjum við, ok, við þekkjum hérna, fasvikshornið verður að vera 40 gráður. Og við eigum upplýsingar raunhluta hjálparvæðisins og launhluta. Og þá getum við bara sett þetta inn í þessa rás fyrir hjálparvæðið. Setjum inn í jafngildismyndina fyrir hjálparvæðisrásina, bætum þéttunum inn í, en við þurfum að reikna út hvað þétturinn þarf að vera stór. Við finnum þetta fyrst út frá viðnáminu og þá segjum við fyrst hvað þurfum við að enda í stóru launviðnámi hérna, X merkt, til þess að fá 40 gráðu fasvik. Ok. Þá getum við reiknað út hvað þessi stærð þarf að vera hérna. Og við vitum raunhluta hjálparvæðisins og við vitum þetta þarf að vera 40 gráður. Þá getum við fundið út þessa ótæktu stærð sem launviðnámið sem verður eftir tengingu þéttisins, þetta X merkt. Og þá getum við notað tangensregluna í þessu tilfelli hérna og einangrað sem sagt X-ið hérna út úr tangensreglunni hérna. X er þá sama sem tangens af 40 gráðum sinnum raunviðnámið í hjálparvæðinu. Og þá fáum við það að X-ið á að vera 22,8 ohm og það er rauninni þá þessi stærð hér frá hingað, X merkt. Ok, hvað getum við þá sagt? Að þéttirinn, hann þarf að upphefja þetta launviðnámi í hjálparvæðisspólunni og að valda þessu 40 gráðu fasviki. Þá þurfum við að segja, við þurfum að leggja saman hérna þetta X-merta sem var hérna 22,8 ohm við launhlutan viðnámsins í hjálparvæðinu, 22,8 pluss 12,7 ohm. Býtu nú við, er þetta ekki X hjálparvæð, var það samtala? Nei, það var 12,7, já, þetta var ekki það samtala. Já, pluss 12,7. Þá fáum við hvað þéttirinn þarf að vera stór. Sem sagt, það er þessi stærð hérna sem við reiknum út fyrst hérna, X merkt,
Plús við þurfum að upphefja þetta hérna líka. Og þá þurfum við að bæta þessu við. Og þá fáum við heildarstærðina á launviðnámi þéttisins, XC, með því að leggja þessar stærðir saman. Þegar við erum komin með þá stærð, búin að leggja þetta saman, 35,5 ohm, sem er stærð þéttisins, launviðnám þéttisins, þá getum við reiknað út stærð þéttisins með því að snúa þessari formúlu hérna og reikna út séð, einangra séð, þetta vinstra megin. Og við deilum með XC líka hérna, þá er 1 á móti, til sem bísunum 50 tíðnin og sinnum 35,5 ohm. Svo ég lokast og við fáum þá út að rýmþéttisins þarf að vera 89,7 mikrofarad. Þá veitum við það. Og þá tengjum við þennan þétti tengjum við hann við hjálpavafið og þá rýkur mótorinn í gang vegna þess að þá erum við komin með afstöðuna milli hjálpavafsins og aðalvafsins, milli straumana í hjálpavafinu og aðalvafinu með 90 gráðu fasamun. Þá fáum við alveg gríðarlega gott ræsivægi. Þannig var einfasa mótorinn. Þannig förum við að því að reikna út stærð þéttisins við einfasa mótorinn sem við þurfum til að valda 90 gráða fasviki milli hjálpavafsstraumsins og aðalvafsstraumsins. Ok. Það sem við þurfum að gera næst, það er, sjá, við erum hérna búin að fara í gegnum einfasa mótorinn, síðan dæmi 13. Þá erum við væntanlega að fara bara að skoða dæmi 60. Lítum aðeins á það. Það er á ferðinni. Þá förum við inn í aftast í bókinni. Hér höfum við einhver dæmi. Að finna dæmi 60. Já. Og svo höfum við að taka líka dæmi 61. Hér höfum við sem sagt, reyndar ekkert einfasa mótor núna, en við eigum að reikna þessi dæmi hér. Við erum með 500 watta lýsingu með glóperum og svo erum við með 3 ampera einfasa mótor og við erum með Cos Phi 0,8 og þetta er tengt allt saman 230 volta reiðspennunetti. Og þá er í rauninni hægt að nýta sér eins og multisim, en við byrjum að því að teikna upp myndina og ég ætla að gera það í multisim og já, það kemur hérna upp og þá ætla ég aðeins að fá það hérna yfir svo að þið sjáið hvernig ég teikna þessa mynd upp. Ég ætla að fá hérna riðspennugjafa. Hérna kemur riðspennugjafinn, já. Og það er AC Power. Ok. Og ég ætla eftir að stilla þetta allt saman rétt og svo er ég með 500 watta lýsingu. Já. Á 230 voltum var það ekki? Jú, riðspennu. Og þá þarf ég að reikna út viðnámið. Þannig að ég geti
valið hérna rétta stærð af raunviðnámi í þetta og ég ætla að fara hérna inn og ná í virtual resistor raunviðnám og því hérna svona. Svo ég með ég að ná hérna í einfaldan mótor. Ég verði í rauninni að teikna hann bara upp sem spólu. Hef bæði raunhluta og launhluta í honum og næ hérna í place virtual inductor. Og þá held ég myndi teikna rásina upp svona. Þetta rauninni jafngildismynd þessi hérna, hægra megin, fyrir einfalsamótorinn. En þarna bara raunviðnám, 500 watta græja. Og þá þarf ég bara að finna út hvað viðnám í þessu. Svo get ég sýnt fram á að það sem ég að reikna út sé eitthvað vitið í. Þetta náttúrulega allt of stórt viðnám hérna. Ég ætla að stilla spennugjafann. Hann 230 volt og 50 rið. Og svo seinna meir þá getið þið náttúrulega gert þetta, teiknað upp svona myndir líka í Multisim og prófa ykkur áfram með það. Tengist í gegnum sýndarvélina. Þið að sjá þetta hérna, það ekki? Jú. Já, þið sjáu þetta, já. Það var stundum sem þetta hvarf sko í þessari tölu. Ok, gott að þið sjáu þetta. Og nú ætla ég að reyna að reikna út sem sagt viðnámið sem þarf að vera hérna fyrir þessi 500 watta opna eða nei, lýsing. Þetta glópur lýsing, 500 watt. Ok. Ég fæ hérna straum. Og þetta gengur upp hérna hjá mér. Og kannski reynir þið að gera það líka. Ég fæ hérna 2,17 ampere. Eitthvað og fleira í aukastæðu kannski. Og viðnámið í þessu væri þá 230 deilt með ansvar. Og það 105,8. Prófa að setja hérna inn 105,8 ohma mótstöðu hérna. Ég verið að nota decimal point. 105,8 ohm. Ok. Og það 60. Já, það verðist vera, straumurinn verðist vera þarna. Já, það 7,9 ampere. Ok. Ég sá straumurinn þarna, já. Og þá myndi ég setja inn hérna straummæli til öryggis, ampermæli. Og fæ hann til að vera svona. Það ætla að breyta honum í, já, aðeins annan straummæli hérna og síðan fyrir heildarstrauminn. Svona, aðeins að fá með betra pláss hérna. Og þetta aðeins lengra til vinstri. Svona, ok,
hann kemur í þessum hérna sannlega hérna inn. Hann tengdur, já, hann tengdur, ok. Og svo fæ ég hérna þess að skella þessu inn í. Já, þarf eiginlega að breyta þessu svo í AC-mæla. Ég kom alltaf sjálfgefið með sjá, var ekki allt í lagi hér. Já, já, gott. Og það breytist við í AC öllu mælunum. Í rauninni þá þarf ég að finna út hérna í 60 að já, það er 3 ampera innfassamótor og raunhlutinn er þá, ég get fundið hann út með því að margfalda 0,8 sinnum 3 amper. Já. Spurningin er, hvernig fæ ég launviðnámið í þessa rás? Ég get fundið setuna. Þannig, ég geri það með því að segja 230 deilt með 3. Nei. Afsakið. Jó. Til lagi. Deilt með 3 amperum, 230 deilt með 3 amperum. Þá fæ ég hérna setu. Ég þyrfti eiginlega að hafa kannski bara smá hluta af þessu svæði. Ég annaðhvort í hérna og bara smá notepad svo þið sjáu hvað ég er að gera. Til að segja hérna, þess að minnka þetta örlítið, svona. Sem sagt, ég ætla að byrja því að segja hérna, ok, mér vantar að vita setuna í mótornum. Já, ok, spennan er 230 volt og þá segi ég bara að setja það sem deilt með I. Og þá er það þannig að ég er með 230 deilt með 3 amperum sama sem 76,667. Og hvað er þá fasvikið? Ég þarf að finna það út frá ef þetta er 0,8 þá segi ég bara hérna, ég veit raunafstöðunin, þannig að hann gefin upp. Þá segi ég hérna shift cos míns fyrsta af 0,8 og þannig að sko fasvik mótorsins sem 0, cos mínus fyrsta í mínus fyrsta ég þetta er verið með þetta í af 0,8 þið vitið hvað ég er að gera á fasvikið hérna fram og það er þá 36,87
aðeins að gráður og sínusinn af 36,87 er sama sem ég get bara tekið þetta einu lagi náttúrulega sagt sínusinn af 37 sinnum zeta þá fæ ég launviðnámið til þess að reikna út hvað er með mörg Henry mótorinn. En já, þetta er ef tek sínusinn af þessu horni þá er það 3/5 eða 0,6 og það er þægilega tölur. Okay. Svo að ég segi hérna Excel sama sem zeta sinnum sín phi og set svo töluna inn þar að leiðir að við erum með 76,67 0,6 það er 6 sinnum það gera 46 það var 46 ohm þá þurfum við að finna út sjálfsmyndstöðin L sama sem XL deilt með sviganum tvisvar sinnum pi sinnum 10 lokast sama sem setjum inn í þetta tölurnar. Þetta er XL var 46 deilt með sín opnast tvisvar sinnum pi 3,14 sinnum 50 sín lokast sama sem hvað er þá sjálfsmyndstöðin? Það verður gaman að vita hvað það er mikið. Ok, segi hérna 46 deilt með síðan lúkast sama sem já ég segi hérna þá þetta er þá 0,146 og stórt H Henry, við sjáum þetta. Ok, ég ætla að setja þetta þá inn sem stærðina á þessu. Þetta er hérna er 0,146 það er aukstæður 64 á, ætlum ráð ekki við þetta. Segjum okkur það. Jú, 0,1464 Henry. Það er gott mál. Hversu stórt er raunvinnan við þessu? Já, við finnum það út frá að segja bara 0,8 sinnum 76,67. Við þurfum að vita það vegna þess að við erum með raunhlutaspólunar. RL er sama sem zeta sinnum cos phi. Við setjum tölurnar inn í. Það eru leiðir að við erum með 76,67. Sinnum 0,8. Það gefur okkur
76,67 sinnum 0,8 gefur okkur 61,3 ohm. Aha. Og þá setjum við það inn sem viðnámið hérna. Þá höfum við hérna 61,3. 61,3 ohm. Ok. Fínt. Og hérna erum við þetta viðnám. Svo hefum við bara eftir að fá strauman í þetta. Þetta allt saman AC. Og þá bara eigum við eftir að reikna út heildarstrauminn, hvort að hann passar við þann mældastraum sem við fáum. Nú setjum við multisim í gang. Jú, það passar. Það 3 ampere hérna í mótornum. Ok. Og 2,17 í raunviðnáminu hérna. Og við fáum hérna 4,9 ampere í heildarstraumnum. Það passar nokkurn veginn við, en hvernig vitum við það að þetta hérna rétt? Jú, ef við notum Pythagoras-regluna og segjum, hvernig við setja Pythagoras-reglun í notepad, segjum hérna I heildar, IH, sem þá það rótin af, það nokkuð. Nei. Ég verð að gera þetta inn í Word. En ég ætla allavega að byrja að reikna þetta. Þetta 61,3 ohm, sem það já, nei, það ekki það. Það 3 ampere í, já, alltaf við náum við ekki bara svona þess. Við erum með 3 ampere og við erum með 2,17. Það var þessi ekki. Já, nei, við erum ekki með hreinan, við verðum að taka raunstrauminn og leggja þá saman. Það eru 2 raunstraumar. Það raunstraumurinn í glóperunum pluss hluti straumsins í spólunni. Ok, þá verðum við að finna það fyrst út. Ok, 3 ampere sinnum 0,8, þá raunstrauminn þar. Ok, RL sem þá það I. Já, við getum kallað það I2 eða hvað sem þetta í mótor. Cos phi. Setjum tölurnar inn. Þetta 3 ampere sinnum 0,8. Þannig sem þá fáum við hérna 2,4 ampere. Já, svo mikið. Já. Ok. Þetta svolítið stór straumur af þessu. Ok. Launstraumurinn í XL. Í XL eða laun. Segjum bara XL. Í mótor sinnum sinus phi. Það þessum líka. Sin. Það 3 sinnum 0,6. Ok, það sama sem þetta 3 sinnum 0,6.
það er 1,8. Og til þess að setja þetta saman, þá er leggja raunhlutan saman beint en 1,8 ampere í annarveldi, í Pythagoras. Þannig að 2,4 ampere pluss 2,174. Þannig að þá ætlum ég að opna hérna Word aftur og bara þar í hérna insert equation. Það er að gera það á hinum skjánum til þess að fá hérna fram equation. Ok, svona. Þá get ég farið tilbaka. Held ég ná í öllum táknum hérna. Hvað get ég ekki skrifa inn í þetta? Hvað er í gangi hérna? Ok. Það segi ég hérna að heildar. Já, það er eitthvað svoleiðis í gangi. Sem ég bara setja þetta aðeins gróft upp svo að ég hafi eitthvað hérna til að setja þetta inn og leggjum við saman hérna inn í þessu. Raunhlutana, það er svíi, opnast. R eða P pluss RL sé lokast, það fer í annarveldi allt saman. Sá svíi, það fer í annarveldi, já, svona. Og svo kemur pluss. Í Excel. Ég verð að setja þetta allt í annarveldi, ég verð að sýna ykkur þetta svo. Þetta er eitthvað, því að skjárinn er svo pínulítill að ég næ ekki að sýna einum einn. Þannig að, í annarveldi. Ok. Setja hann aftur í það, setja inn. Sko, þetta var formúlan sem ég setti inn. Svo er bara að setja inn tölugildin. Við erum að leggja saman raunhlutana. Þetta var 2,17 ampere plus 2,17 og hvað var þetta? Var þetta 2,4? Og raunhluti straumsins, það var, já, ég að finna það hérna. Býtum við, nei, það var í þessu hér. Raunhluti straumsins var 1,8 ampere. Já, 1,8 ampere. Svona þurfum við að gera þetta. Leggja saman raunhlutana og svo fer það í Pythagoras-regluna. Og þetta áttu að vera í heildar. Í H, og svo sjá hvort að við fáum sama og svo segir bara þetta sama sem, við. Ok, þá segir bara aftur hérna, bara í heildar sama sem,
í heildarsamansegin það sem ég fæ út úr þessu hérna. Svona, þá bara setja inn og þá fáum við hérna, sjáu þetta ekki örugglega allt saman, væntanlega. Nú bara setja inn í reiknivélina, það rótin af, sví opnast. Það einhver fleiri aukastafir, 2,17, 2,17, hvar var ég með það? Nei, það var ekki þar, það var hérna. Það var 2,174, þó var það ekki hérna líka. 2,174, var það ekki einhvers staðar hérna? Svo þetta er 2,174, jú, ég reiknaði út annars staðar. 2,174, það fá þetta bara ennþá nákvæmara. Og pluss 2,4, svílokast. Þetta er allt saman í örveldi, svo kemur pluss 1,8 í örveldi. Já, ég hef sennilega þurft að vera með svega utan þetta. Þarf að fara hérna, opna svega tvisvar sinnum undir rótarmerkinu. Svona. Það kemur hann aðeins stærri svíi þarna undir. Svona. Og þá ýti ég á samansegin, sjá hvað kemur hérna. 4,9 ampere, 4,915. Hvað sýndi 4,915 ampere. Þetta er svarið sem að ég fæ út úr þessu. Og væntanlega er það svipað og ég mældi í Multisim, 4,916, já, hækkar þetta upp hérna. Ok, þannig að þetta er svona svipað dæmi. Svona. Þannig að þetta er heildarstraumurinn, 4,9 ampere. Skiljið þið núna, þannig að þið megi ekki hlaupa að því að reikna út heildarstraum öðruvísi en að ef það eru sams konar raunstraumar sem að þarf að leggja beint saman fyrst, í Pythagoras-reglunni hérna, og inn í þessu undir rótarmerkinu hérna, ef það væri einhver þéttastraumur, þá myndi hann dragast frá launstraumi spólunar. En hérna erum við með hliðtengingu og þá finnum við út heildarstrauminn svona með Pythagoras-reglunni. Hreina raunstrauma leggjum við saman. Ef við verðum með fleiri spólur, fleiri spannstrauma, þá myndum við leggja þá beint saman líka. Eða eins og ég sagði á hann að deila að draga beint frá rýmdarstraum þéttis, frá launstraumi spólu. Og þá eigum við að fá heildarstrauminn. Allavega, við erum komin með dæmi 61. Ok. Hérna nokkur mótmæli við því að ég haldi áfram. Er ekki allt í lagi að ég haldi áfram bara? Bara endilega. Bara endilega halda áfram. Ok, flott er. Ég ætla að kannski tjekka hérna, ég er búinn að sjá hérna eru einhverjir fleiri mættir. Ok. Já, það er bara leiðrétta þetta hérna. Svona. Hérna var
ætla að laga þetta kannski líka í lokin að ég fari yfir þetta bara. Ég er búinn að sjá hérna allavega 2 sem ég er búinn að leiðrétta. Og svona. Þá ætla ég að halda áfram og fara í næsta dæmi sem að er slökkt á þessu og það er dæmi 61. Þá eru þessi 2 sem við áttum að fara yfir núna og það er eitthvað svipað á ferðinni þar. Hérna dæmi 61. Hér höfum við lýsingu á teiknistofu. Það eru með 10 40 watta 1 peru flúrlampa og 12 100 watta glóperur. Spenna netsins 230 volt að teikna tengimynd sem sýnir íhluti, spenningjáan, straummæla, mæla strauma og heildarstraum. Þannig að við erum þá hérna með 400 watt teiknistofu með 10 watta 1 peru flúrlampa. Þannig að við erum með 400 watt í flúrlampanum. Okay. Svo er eitthvað fasvika á flúrlampanum. Ok. 400 watt og 12 100 watta glóperur. Ok. Það þýðir náttúrulega bara það að við erum með 1200 watt í raunafli fyrir glóperurnar. Já. Og það er spurning að ég kannski hafi dæmið hérna á sér Word-skjali. Svona. Og fáið það hérna til hliðar og sjá, ég setjum ekki upp þetta í Multisim til að vista þetta hérna. Númer 60. Svona, og svo fer ég bara í nýtt hérna. Já, við erum með 230 volt áfram. Það er nú gott að vita því og 50 rið. Við þurfum að vera með jörðina og svo getur reiknað allt saman út hérna. 130 og 50. Svo segjum ok. Og ég ætla að finna út hérna fyrst. Segi hérna, þetta er sem sagt sama sem það er bara svona að hafa í hlutalista hérna að segjum hérna við erum þá með 400 watta flúrperur. Flúrperur sem eru með Cosfi 0,5. Og hérna svona Cosfi 0,5 og við getum fundið út náttúrulega líka strauminn í peruna fyrst og við fáum hérna mælana. Ég ætla aðeins að þá setja upp fleiri mæla inn á myndina og þetta er áfram svona. Setja hérna
allt saman í Asíu. Ok, og hérna líka. Og til þess að reikna út hérna strauminn í, já ekki strauminn, viðnámið í glóperunum. Já, það þarf að fá viðnámið. Það þarf að fá viðnámið í þessu hérna, í perunum. Og það, ég fæ þá fyrst strauminn. Það getur sagt hérna í saman sem U deilt með R. Og ég veit það nú ekki alveg strax því að við erum bara með 12 100 glóperur, það þýðir 1200 vött og þá er ég að fá fyrst í rauninni, það er þá, já, það er þá P, það er aflið og fá strauminn út því í saman sem P deilt með og þar af leiðir að við erum með 1200 með 230 og þá fáum við hérna út að við erum með 5,2 ampere í þessu rúm. Ég nota bara þá alla aukastafana til þess að þetta er svona einfalt 5,2 ampere sem að glóperurnar taka og þá vantar mig að vita hvað er raunviðnámið. R saman sem U deilt með I. Þetta get ég farið einhver aðra leið á því en þetta er allt í lagi, svona. Þá er það leiðir við höfum með 230 deilt með 5,2. Líka hægt að gera það svona. Og þá ætti ég að fá út hérna 44 ohm. Ok, þá set ég það inn í Place Virtual Resistor. Hérna. Það hef hérna raunhlutan hérna megin, breytir ekki öllu hvora megin ég er með hann. Og það þetta hérna uppi og jörðin tengt. Þetta er sem sagt 44 ohm, það er 44,08. Það er kannski, það er nóg að segja bara 44 ohm, ok. Það er örlítið meiri straumur heldur en ætti að vera. Og í straumnum að flúrlömpunum, þar eru við með í dæminu, þar eru við með Cosfi 0,5 og þá segjum við hérna við þurfum að finna út, við getum fundið út raunhlutan í þessu, við getum fundið út við veitum spennuna en okkur vantar að vita sko
hvað er launhlutinn? Ok, við getum reiknað út raunviðnámið og fundið svo út setuna út frá því. Já. Er einhver með aðra tillögu hvernig við finnum út stærðin á þessu? Þetta er 400 watt og þetta eru flúrpíplampar, 1 peru. Og þá ætti þetta alveg að ganga upp. Nú, við segjum hérna já. Við getum fundið líka út frá raunaflinu. Við vitum P, við vitum cos phi og þá getum við notað okkur þessa formúlu hérna að cos phi cos phi er sama sem P deilt með S. P deilt með S. Já. Og ef við hérna, nei, það virkaði ekki. Þetta gera þetta inn í editornum. En þá getum við í rauninni sagt, ef við deilum cos phi tölunni upp í P, þá fáum við S-ið. Þá snúðum við þessu á þann veg að við segjum okkur vantar S. Hvað er S? Það er sama sem P deilt með cos phi. Já, það er þetta hérna. Ég geta þetta svona, til dæmis. Ok, setjum inn í þetta. Það er 400 með 0,5. Við fáum út úr því. Þá fáum við náttúrulega 800, sjálfsögðu. Hvað er einingin á því? Það er volt ampere. Þá erum við með P og S og okkur vantar bara Q. Já. Við erum með 800 volt ampere og ok. Getum við fundið út strauminn? Já, við erum með margfaldið af spennu og straum hérna, volt ampere. Þá getum við sagt hérna að I, auðsinnum I er 800 og við vitum spennuna, við vitum sýndaraflið og þá getum við reiknað út strauminn. I saman sem S með U. Það leiðir að þá fáum við heildarstrauminn í þessari rás. Ættu að fá það. Þá eru þetta með 800 með 230. Ok, hvað fáum við þetta því? Fáum hérna 3,4
segjum 4,8. 3,48 ampere. Ok, þetta heildarstraumurinn. Svo myndum við þurfa að skipta þessu upp í launstraum og raunstraum. Ok, til þess að finna út hvað spólan þarf að vera stór, setja ég spólu og rönnum við nám. Þá fæ ég place virtual resistor. Fæ ég hann svona. Ok. Já, en ég þarf að vita hvað það átt að vera stórt. Ég vantar þessar stærðir til að geta reiknað út. Ok, ég væri kannski fljótari að finna bara allar þessar stærðir til þess að reikna þetta út og finna sem beður við að teikna vektormynd líka og reikna heildarstrauminn. Og þá finnum við áfram. Þetta býtum við hvað ég að segja já, þetta var það. Þetta var straumurinn, já, ok. Hvað getur fundið næst? Ég get fengið setuna í þessu dæmi. Ok. Setan sama sem U-deilt með I. Ok, þar leiðir að við erum með 230 volta spennu og deilum með 3,48. 3,48. Þá út úr því 230 66,125. Ok, ég notaði alla aukastaðina í straumnum, þannig að fæ þetta svona. Og ég veit cos-phi og nú þarf ég að finna hornið. Hvað er hornið hérna? Ok, við erum með cos í mínus fyrsta af 0,5. Hornið er 60 gráður, ok. Þá tek ég sínusinn af 60 gráðum, sem sagt reikna út phi, það er sama sem cos í mínus fyrsta af 0,5. Svona. Það er gott mál. Og það var sem sagt sama sem 60 gráður. 60 gráður. Fasvikið í flúrlömpunum. Ok. Og þá ætlum ég að fá XL. Laun viðnámið í spólunni, í heildarspólunni í þessum lömpum. Þá segi ég að XL sem sín sinnum zeta. Það leiðir sett inn inn það.
það þá sinusinn af 60 gráðum sinnum 66, það 66,125. Ok, það var ég tók 10. Ok, sin answer sinnum þá fæ ég 57,20 og segjum 7. 57,27. Hækka hérna svolítið upp. Ok, þetta hérna launinám nota ég síðan til þess að reikna út sjálfsframleiðslu L sama sem og það XL svo deilt með sviganum 1000 pi sinnum 50. Svílokast sem XL-ið 57,27 57,27 deilt með öllu þessu hérna. Já, best að hafa sögðan með. Spennandi, hvað fór út úr þessu? Ég með alla aukastafina bara, segi bara deilt með sögðanum. 1000 sinnum pi sinnum 50. Svílokast. Og við erum með stærð spúlunar, sjálfstöðurinn 0,18228. Ok, Henry. Þetta þarf nú ekki að fara svona nákvæmlega inn. 2, kannski 3. Ok. Setja inn í þessa stær hér. Þetta ég Henry og ég verð að breyta kommunni í punkt. Svona, ok. Og stærð raunhlutans þá zeta sinnum RL zeta sinnum kosvi. Við vorum með það hérna. Okay. Það var þessi stærð hérna setan sinnum það var 0,5. Ja. Ok. Og það eru 33. Ok. Það eru 33. Þá bara skell ég þessum við hérna. 33. Ok. Já, svo var ég komið með 40, já,
44 rúm hérna og þau er ekki bara að skella sig í gang og athuga hvað gerist. Herðu Sigurður, ég þarf að fá að rjúka. Já, ok, takk fyrir Ég tímann. kommentaði svona. Allt í fína. Og hérna, já, ég er búinn að fá tölurnar. Ég ætla að sjá hvað kemur, hvort að þetta er eitthvað í líkingu við það sem að búist var við. Og þetta var, ég er með hérna 5,2 ampere í C-lið, á B-liðurum var 3,47, já, það er svona 3,48, aðeins meiri straumur í löppunum hérna. En ég þarf náttúrulega að ég reiknaði hann út, 3,48 hérna reyndar. Já, ég hækkaði það reyndar upp hérna. Þetta var eitthvað aðeins undir því. Þannig að það er ósköp eðlilegt. Við vorum búin að reikna það út, strauminn hérna. Og svo erum við náttúrulega með 5,2 ampere í glópjörunum sem voru 44 ohm. Og heildarstraumurinn er þá segir hérna í svörunum 7,55 en við fáum hérna 7,59, það er kannski vegna þess að við varum með aðeins meiri straum, eða kannski fleiri aukastafi hérna teknir inn. Þannig að þetta er ekkert svo langt frá lagi í sambandi við svörin í bókinni. Og þá erum við búnir að fara í gegnum það. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Hvernig við getum notað multisim þegar við erum að nota reikna dæmin. Já, við eigum eftir að gera vektormynd og þarna þyrftum við að gera straumvektormynd og reikna heildarstrauminn. Við getum náttúrulega að reikna út heildarstrauminn af því að við vitum við getum skipt þessum straumi hérna, heildarstraumi spólunar í raunhluta og launhluta og lagt raunhlutan saman hérna við raunhluta straumsins í glópjörunum. Það er þá sett í annað veldi og síðan lagt við strauminn, launstrauminn hérna með Pythagoras-reglu og fáum þá út heildarstrauminn. Það getum við alveg gert. Ég þarf hins vegar aðeins að græja mig upp með varðandi vektormyndirnar. En straumurinn í spólunni, hvar var straumurinn í spólunni? Já, 3,48. Það var þessi hérna straumur. Kannski fá hann kannski nákvæmar 3, já, segjum hérna, fáum hérna, við förum bara í það að reikna á heildarstrauminn. Við fáum hérna spóla, þetta er heildarstraum spólunar, L heild og sem aðeins að svona. Þá segjum við hérna það var fá það með réttum aukastöfum í þessu til þess að deila þessu bróðurlega niður 3,478 nei 26, jú, þetta er svona 26. Þarf ekki að taka fleiri aukstafi hérna. 3,47826. Já. Þannig að ég fái nokkuð nákvæmt sko í RL saman sem þá er að segja cosφ sinnum
Finnum þarna í L-heild. Og býttu nú við því að ég næði þessu. Svona, þar leiðir að við höfum hérna 0,5 var fasikið í Fasvik í lömpunum í heild og sinnum straumurinn það er þessi hérna og fáum við nákvæman raunstraum hérna sem við getum lagt beint saman við raunstraum glóperna á eftir. Þá segjum við hérna, þetta er sinnum, ég nota alla aukastafina, sinnum 0,5 og þetta er raunstraumurinn. Þetta er 1,739. Þetta er alveg nóg mikið ampere. Gleymdi einingunni hérna, þetta er ampere. Og launstraumurinn í XL. Gleymið þessu. Svo er það sinusafí. Við getum notað þetta hérna eitthvað. Við þarfum að setja hérna, breyta þessu hérna í XL. Launhlutastraumsins, það er sinfí. Sinusafí, sinnum L-heild. Já, vorum við með einhverja tölu að þessu? Nei, við erum bara sinus 60. Sinus að 60 gráði, þegar 0,5 er 60 gráður. Þetta er einhver falleg tala. Sama sem, hvað fáum við úr þessu? Ok. Sinus af 60 kílókast sinnum 4,47826. Hvað fáum við til þessu? Þetta eru 3 ampere. Aha. Þetta er bara 3,0122. Þetta er ekki neitt. Það er sérlega nóg að hafa þetta svona. Ampere. Þetta er bara fyrir útreikningin í Pythagoras dæminu. Ok, þá setjum við þetta upp. Við vitum strauminn í raunhlutanum hérna. Hann var einhver staður hérna, var ekki komið með hann. Jú, hérna, hver stór straumtaka pernar? Það var hérna 5,2 ampere. Já. Jú, það er aðeins meira, reyndar. En þá segjum við hérna í pera. Perur. Það eru glóperur. Það var 5,2174 segja ampere. Ok. Þetta er að reyna að hafa þetta eins nákvæmt eins og við getum. Þá setjum við insert equation. Finnst ekki hérna. Jú, hérna. Insert equation. Og já, herðu. Kannski get ég bara sett inn hérna sama sem ég var með áðan. Bara breytt þar. Finna það aðeins hérna. Í þetta, já, það var þetta. Taka þetta aðeins hérna. Copy. Og skella því hérna. Bara breyta straumum hérna. Þetta er alveg eins, þetta er ypera pluss raunhlutinn
Má minnka þetta hérna niður. Nei, það er ekki með það. Ok, þá perustraumurinn, hann er hérna 5,22174 pluss raunhluti straumsins sem að var 1,7 það ætti það bara 4 9 1 3 og þetta fyrir í annað veldi í Pythagoras-reglunni pluss 3 ampere en þarna 3,012 já. Þetta reiknum við þá út fyrir heildarstraum og tjekkum við hvað fáum við hérna út sem heildarstraum. Ok, þá er ég að segja hérna rótin af og opnast svíinn tvisvar sinnum. Ég að leggja saman beint hérna 5,214 pluss 1, raunhluta straumsins í spólunni. Þessi svíi lokast og fer í annað veldi. Pluss launhluti, spanstraumurinn 3,012 og það fer í annað veldi. Og þá er bara sjá hvað kemur út af þessu. Já, svíi lokast. Svo sem. Ég fæ hérna 7,58 ampere. 7,58 ampere. Og þetta var í svörunum, var ekki 55. 7,55. Já, það getur líka verið bara eitthvað ónákvæmt þar, 7,55 í svörunum. En í Multisim fæ ég 7,59. Ok. Já, það er náttúrulega bara út af stærðunum. Já. Þá erum við búin að gera allt í þessu dæmi nema að teikna vektoramyndina. Og af því að ég er ekki með forriti sem að ég nota í það. Það vinnur á Windows 7 en að reyna að setja það upp. Það áirrunni bara virka við 32 bita stýrikerfi. Spurningum hvort þetta er hægt. Setja það upp þannig. Það er ekki víst. En ég ætlaði að segja þessu lokið núna ef að þið mótmælið því ekki. Hvað segið þið það? Já. Já, ekki málið. Er það ekki bara, við erum búin að tæma dagskrána í kennsluáætluninni og svo ég ætla bara aðeins að tékka að leiðrétta mætinguna í vikunni þá er á fimmtudaginn þá er tími í verklegu og í rauninni þá eru ennþá hertari reglur heldur en við gerum ráð fyrir. Svo að við höfum bara eiginlega leyst það þannig að það verður bara einn nemandi á hverri stöð. Þannig að ég þarf eiginlega að sjá hvort að við getum skipulagt það. Sem svo 4 nemendur í tímanum. Já, en hins vegar
ef það ekki mikið fleiri í húsinu, þá getum við samt dreift úr nemendum, þannig að það sé 2 metrar á milli þeirra, bæði í 107 og í 105. Ef það er engin annar. Þá í rauninni væri líka stofa 109 laus, tölvustofan. En það er kannski ekki eins þægilegt að reikna þar, að ganga frá skýrslunum, skiljiði. En við megum vera með ykkur allan hópinn inni, bara ef það er 2 metrar á milli ykkar. Og þannig að það verða bara 4 í 106 að gera mælingaverkefnin. Og þegar að það er búið, þá þurfum þið bara að fara inn í ykkar hópa og klára að gefa upplýsingarnar og reikna þetta sameiginlega. Það er líka hægt að gera þetta á töflu eða einhvern veginn. Þannig að þetta verður fjör. Þetta verður eitthvað ævintýri. Já, mig grunar það. Við þurfum að fara eftir þessum sóttvarnarreglum sem í gildi núna. Vera með 2 metra á milli okkar og vera með grímu og vera með hanska. Já. Voruð þið nokkuð búin að frétta því að það var einn starfsmaður hérna, ekki kennari, heldur einn starfsmaður, hann smitaðist. Geggjað. Ég var nú ekki búin að heyra af því, mér svona grunaði það þegar hermastofunni var lokað í sótthreinsun. Einmitt. Það væri eitthvað svoleiðis, Já, það passar. Þannig að það þarf að sótthreinsa hermastofuna og sótthreinsa allar vélasalinn. Já, ok. Já, þess vegna var tilkynning frá skólameistaranum send út að það væri ekki hægt að kenna nema bara á Teams, að það væri ekki hægt að mæta í vélasalinn út af því, Já, ok. Og Jón Hjalti sendi líka post út af því. Þannig að svo vitið það en samt vonandi opnast þetta svo fyrir það aftur, Og það held ég að hafi verið keypt einhver græja, sótthreinsunar græja til þess að sprauta. Það hefði ekki séð myndirnar að þessu Kínverjuna göturnar, þar sem við farum með stóra tankbíla með eiturefni eitthvað, spray át allt. Bara eins og háþrýstið þvottatæki út allt. En ég veit ekki hvernig þetta lítur út. Ég ber hins vegar ábyrgð á innkaupunum á þessu, því að ég þurfti að gefa leyfi fyrir innkaupunum. En ég veit ekki nákvæmlega hvaða græja hann var að kaupa. En allavega að þessi rými verða orðin alveg steindauð af öllum veirum og öllu sem gæti verið á sveimi þegar þið mætið næst í verklegt, í vélasalinn eða í herminn. Svo að þá er það allt saman tilbúið. En ég ætlaði svo bara að lokum að tékka á því, var Tómas Helgi ekki örugglega inni líka? Það er að tékka á listanum. Já. Jú, Tómas Helgi, hann var mættur þarna. Það passar. Þá eru allir komnir hérna inn á Teams. Frábært. Heyrðu, þá sem sagt, þá bara mæta allir sem að geta í verklegt í þessu fagi í rafmagnshúsið, svo bara dreifum við úr okkur. Kannski getum við skipt eitthvað aðeins niður verklega æfingunni, þannig að við skiptum hver heldur áfram með æfinguna til dæmis, skiptum æfingunni í 2 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við sjáum bara til. Þetta verður spennandi á 5. En annars bara þakka ég fyrir tíman í dag. Já, bara takk sömuleiðis. Takk sömuleiðis. Allt í fína. Bless.
Já, við.